Syster Maria Luisa Kodakolti, Syster nokkrir bræður hafa spurt sig spurningar fikjutré fornaði og lærisveinarnir undruðust því að þeir höfðu litla trú. Þetta í Matteusarguðspjall, kapli 21, versu 19. Og spurninga mín í Markusarguðspjall, kapli 11, 12-14. Má ég lesa, systir? Á leiðinni frá Betaníu, morguninn eftir kenndi hann hungurs. Þá fá hann allemdar laukaf fikjutré og fór að gá hvort hann fyndi nokkuð að því. En þegar hann kom að því fann hann ekkert nema blóð enda var ekki fitnatið. Hann sagði þá við trén, enginn neyti framar ávöxtur af þér á eilíf þegar heyrðust lærisveinar hans. Systir, spurningan mín svo Jesus fann fyrir svangir og hann sá fikjutré og fiskar og hann nálgist og fann ekki fiskju og hann reiðist vegna hann var með svangur. En hver vegna volfaði hann fikjutrénu en það var ekki útskerutími. Það ekki segja hann var reiður, hann talaði ekki þetta, hann var reiður ekki með þetta. Og hann hugsaði ekki ef það var þegar útskerutími eða ekki útskerutími. Hann var bara einhverju öðru. Hann var að hugsa í Guðs ríki, í voðu, í að bjarga eða gera góða hluti fyrir heiminum. Hann var að hugsa það. Hann var ekki hugsa þegar útskera, það var líður þessi tíma. Þegar útskera líður en ávextir, fastu á trénu. Það var í trénu. Það var vons hans. Jafnvel þó það var ekki ávextatíma, það hefði verið eitthvað eftir. Hann var ekki reiður. Hann var búinn að gera kraftaverk. Hann gerði kraftaverk til að sýna lærisveinum sínum. Hann væri sonur Guðs. Hann var þessi maður sendi boði. Hann var konungur sem Guð var að senda til að bjarga heiminum. Og hann vildi sýna mátt sín. Vegna þetta hann sagði fikjutrénu að vera aldrei ávöxt. Það kalla volfun. Þú mun ekki vera meiri ávöxt eins og þú gaf mér ekki heldur fyrir neinn. Og svo eftir tíma fikjutréð þornaði upp. Hann vil bara virtinga mín frá svo að lærisveinar hans myndi trúa og efast ekki hann. Þetta gerðist.